Næst langar mig að bjóða velkominn Björn Halldórsson, öryggistjóra hjá fyrirtækinu Þorbirni HF, sem sjávarútvegsfyrirtæki og rekur bæði útgerð og fiskvinnslu. Og Björn ætlar að upplýsa okkur hvernig þau náðu að efla vinnuverndina innan fyrirtækisins og náðu árangri við að fyrirbyggja slysin. Gjörðu svo vel, Björn. Ég ætla að byrja á að þakka fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag. Þetta náttúrulega eins og forstjórinn nefndi áðan, þetta öflugasta öryggisráðstefna á landinu og þakka þér fyrir, Gísli, að leyfa mér að vera með. Eins og búið að koma fram, þá heiti ég Björn Halldórsson og ég kem frá útgerðarfélaginu Þorbirni í Grindavík. Útgerðarfélagið Þorbirni var stofnað 1953 í Grindavík og hefur á undanförnum árum og áratugum 8 fyrirtæki runnið inn í 1 og eru með aflaheimildir á 5 skipum í dag sem við vorum með á 45 skipum áður en að samrunarnir hófust. Í fyrirtækinu eru 370 starfsmenn og við rekum 5 skip eins og ég nefndi áðan, við rekum fiskvinnslu, við rekum löndunarþjónustu, stálsmiðju, smíðaverkstæði og bara you name it. Þetta er rosalega stór starfsemi. Ég hóf störf, minn ferill í öryggismálum byrjar í raun og veru aldamótin þegar ég fæ vinnu hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli. Þið sem eldri eru hérna inni kannski munið eftir því þegar Íslendingar mönnuðu slökkvilið á Keflavíkurflugvelli. Það var gríðarlega vellaunað slökkvilið og lagði rosalega áherslu á öryggis- og forvarnamál og þar lærði ég í raun og veru það sem er búið að móta mig alveg hingað til. En það var eitthvað sem ýtti mér í meira aksjón og þegar ég var búinn að klára námið mitt hjá Navy-inu, ameríska sjóhernum, þá réði ég mig í slökkvilið í Reykjavík af því að mér langaði að fá reynslu í sjúkraflutningum líka. Þar var ég í áratug og í millitíðinni á þessum áratug þá fór ég til Afganistan sem friðargæslulið og síðan var alltaf ykkur útþrá í mig þegar ég kom heim aftur og endaði með því að ég réði mig til NATO og fór aftur til Kabúl og var þar í rúm 2 ár. Ég farið gegnum ævisöguna hérna eins og þeirri. Síðan þegar við vorum búin að klára þetta verkefni í Kabúl þá átti ég möguleika að fara til Abu Dhabi sem í Sameinuðu arabísku furstadæmunum þar sem ég stýrði öryggis- og slökkviliðssviði þar í 5 ár. Svo kemur til Þorbjarnar og það alveg hrikalega gaman. Hér fiskvinnslan okkar á Hafnargötu í Grindavík, hér starfa meðaltali 70 manns á dag. Við erum ekkert rosalega róbótavædd, heldur erum við, þetta nánast allt unnið í höndunum. Við vinnum í ferskt og við vinnum saltfisk. Frystitógarnir okkar 2 eru hér og síðan erum við með ísfiskara, Sturlu, Hrafn línuskip og Valdimar línuskip. Hrafn hefur lokið þjónustu á Íslandi núna og held meira að bara verið í morgun og við bjóðum velkominn ónefndan ísfiskara sem við erum að byrja að láta smíða. Þetta skip verður algjör bylting hjá Þorbirni. Hann verður 58 metrar langur og 13,6 metrar á breidd sem gerir hann að sjóborg í þessum stærðarflokki. Þetta fyrsta nýsmíði Þorbjarnar sem 1967. Það rætt að sé svona Þorbjarnar nýtt, það svona 10-15 ára gamalt. Þá eru hinir búnir að eiga það, búnir að lenda í vandræðum, búnir að laga og þá koma Þorbjarnarmenn að kaupa og svo bara rest is history. Í þessu nýja skipi verður allt sjálfvirkt sem hægt að vera sjálfvirkt. Það verður mannlaus lest, það þarf ekki að vera með þunga kassa, þungar pönnur, ekki að lyfta upp fyrir axlir. Öll hvíldaraðstaða verður bara upp á 10. Það sem við ætlum að gera líka í þessu að útgerða mynstrið, það að segja róðrasystemið á þessu skipi,
verður eins og við værum að reka frystitogara, þú róir í mánuð og frí í mánuð. Þannig að endurheimtin alltaf til staðar. Þannig áður fyrir eru menn í 4 til 6 mánuð og voru svo alveg orðnir bara hólir að innan eftir þetta og slysin eftir því. Stendur þetta kostur hérna. Svona. Vegferð öryggismála hjá Þorbirni hefur staðið síðan 1953. Stofnað 1953. Eigendur fyrirtækisins hafa alltaf haft öryggisstarfsmanna að leiðarljósi og það endurspeglar sér í lágri starfsmannaveltu. Við áttum í útgerðinni hérna árum áður áttum við hræðileg banaslys. Við áttum vertíðir þar sem að það fóru x margir bátar á sjó og það var bara gert ráð fyrir því að það kom ekkert allir tilbaka. Stundum voru þetta faðir og synir, frændur og við sem vinnum í svona litlu sveitarfélagi eins og Grindavík, það þekki allir alla. Þannig að það samfélagsleg skylda eigenda fyrirtækisins og allra starfsmanna að hafa öryggismálin í lagi. Stærsta byltingin í öryggi sjómanna verður náttúrulega með stofnun Slysavarnaskóla sjómanna. Þar eru allir sem ætla að fá lögskráningu á skip og vera eitthvað áfram. Þeir eru skyldir til að fara í gegnum nám. Og svona til marks öryggismenningu Þorbjarnar að þá okkar forstjóri, hann einn af stofnendum skólans. Og það þarf ekkert að fara mörg orð það hvað samræmd þjálfun og samræmd þekking mikilvæg. Við höfum að mestu leyti hjá Þorbirni sloppið við stór atvik, ljót atvik. Þó gerðist það fyrir 9 árum síðan á einu af skipunum okkar, það fór maður í sjóinn og hann lést. Í sögu fyrirtækisins má líta heilt yfir og halda því fram að árangur í öryggismálum hafi verið mjög góður að mörgu leyti. Þrátt fyrir að árangurinn hafi verið góður og ef við horfum á alla söguna, lága slysatíðni, þá hafa eigendur Þorbjarnar ekki leyft sér að sofna á verðinu. Síðan gerist eitthvað hjá Þorbirni í kringum árið 2015 og þá fóru áætlaðar vátryggingabætur fyrir það ár yfir 180 milljónir króna sem risatala. Hvernig fyrirbyggjum við þetta og hvað eigum við að gera? Þegar stórt spurt að þá þurfa að vera svör. Hér eru 370 starfsmenn og þeir þurfa að fá svör. Við lítum svo á að hvert atvik einu atvik og mikið og eitt atvik í dag ekkert eins og eitt atvik var þegar það gerist fyrir 15-20 árum síðan. Nú komin stétt slysalögfræðinga og hjá okkur og fleirum, eflaust mörgum hérna inni, var stemmingin orðin þannig að nánast áður en að þú ræðir við þinn yfirmann eða þinn vinnuveitanda þá fórstu og skráðir þig hjá einhverjum slysalögfræðingi. Hlutverk okkar sem atvinnuveitendur að búa til þannig net í kringum fyrir þig að þú getur jafnað þig og þú fáir alla þá þjónustu sem í boði þannig að þú getur komið heilt tilbaka og haldið áfram störfum. Slysalögfræðingar alls ekki að hugsa þannig. Ég fullyrði það. Við heldum að þegar var búið að gera brunnið að mestu leyti að þá fóru þessir ágætu einstaklingar að einbeita sér að þeim sjúku og slösuðu. Þá náttúrulega hækkar kostnaðurinn svakalega. Sjúkratryggingaslysa tryggingar sjómanna á Íslandi eru merktar við skaðabótalögin og þar hækkar bara allt ár frá ári. Eins og ég sagði, þetta var ekkert öðruvísi hjá okkur frekar en hjá öðrum og það hrúuðist inn umslög frá merktum lögmannsstofum hér og þaðan úr Reykjavík og það var verið óska eftir undirskriftum á slysaskýrslur.
Slys sem voru ekki skráð í skipsstaðabækur, slys sem voru ekki skráð hjá verkstjórum og enginn vissi af. Og það var þvílíkt gengið og eftir þessum undirskriftum og hótað og ég veit ekki hvað og hvað. Við skrifum ekki undir vegna þess að þetta ekki skráð hjá. Reynslu og þekking eiganda Þorbjarnar kom sér rosalega vel þarna. Allir þekktu alla og menn fóru að tala saman. En við komumst líka fljótt að þetta var bara normið. Þegar við heyrðum í hinum, eins og oft sagt hjá Þorbjarni þegar ég að óska eftir ykkur fjármagni, ertu búin að heyra í hinum? Ertu búin að heyra hvernig hinir að gera þetta? Þá var þetta bara þannig líka. Við snérum þessu þannig við að við fórum að skoða hvert eitt og einasta atvik sem var hjá sem var að gerast á okkur í starfseminni og hvað var þess valdandi að þetta atvik var að gerast. Við náttúrulega eins og þið sjáum hérna á eftir þá erum við í þannig starfsemi að við erum að eiga við veður og vind. Við erum ekki á föstu landi þar sem okkar aðalstarfsemi og við erum að eiga við ósýnilegan óvin. Við erum að eiga við þannig starfsemi að hlutinni þeir sko fara frá A til Ö á 1 sekúndu. Við komumst að því, vorum reynda búin að heyra það. Það var ágætt sem að Guðmundur var með hérna áðan. Hann segir að það sem að starfsmaðurinn 100% veit, það veit stjórnin 4%. Þetta ekki rétt muni hjá mér. Við heyrðum að það væri fíkniefnaneysla borð í skipunum okkur. Það alveg á hreinu frá mínu bæjardyrum séð að ég á fullan rétt á því, 100% rétt á því að starfsmaðurinn við hliðina á mér sé í lagi. Og við sem atvinnuveitendur, við eigum 100% rétt á því að fólk sem undir áhrifum ávana og fíkniefna eða áfengis sé ekki á vinnustaðnum. Það var búið að vera í ráðningarsamningunum okkar ákvæði sem allir starfsmenn skrifuðu undir að þeir væru samþykki því að undirgangast fíkniefnaskimanir, random fíkniefnaskimanir, einstaklingar og hópar. Við virkjuðum þetta, bara á einum degi virkjuðum þetta. Létum vita með 3 vikna fyrirvara, nú ætlum við að mæta í salthúsið, nú ætlum við að mæta borð í þetta skip og skrifstofuna. Forstjórar látið pissa, eiginkonur látið pissa, áhafnarmeðlimir allir látið pissa. Þetta var til þess að við þurftum að fresta mörgum brottförum. Við gátum ekki manna skipin okkar. Og það alveg skelfilegt. Skelfilegt að vita til þess að í svona hættulegu starfi að vera á sjó á Íslandsmiðum eða þá að vinna í fiskvinnslu þar sem út með milljón hluti sem að geta meitt þig. Það eru liftarar, það eru hnífar, það eru vélar, það allt. Að fólk hafi verið ráfandi að undir áhrif. Það alveg skelfilegt. Við fórum í þetta og það meldist fólk jákvætt og þá urðum við ákveða og hvað eigum við að gera. Við erum búin að fjárfesta í þessu fólki sem starfsmönnum, við þekkjum þau, við þekkjum fjölskylduna þeirra. Ég ætla ekki að fara í neinar svona nánar útlistningar en ég ætla samt að segja ykkur það að það misti engin vinnuna hjá Þorbirni eftir hann að mælst ákvæður. Við vorum að borga meðferðir, við vorum að láta fólk vera á launum heima á meðan það var að hugsa sinn gang. Það komu allir aftur nema 2 sem ætluðu ekki að taka þátt í þessu kjaftaði. Það ekki okkar vandamál. Í heildina held ég að þetta hafi verið eitthvað stær í kringum 30 manns sem við erum búin að mæla jákvæða. Við erum ennþá að gera þetta. Og þetta eins og með öllu öryggismál, þetta áframhaldandi, þetta maraþon og við erum alltaf að halda áfram. Við erum alltaf að minna á okkur. Það sem þetta hefur gert líka fyrir okkur það að nú vita menn þetta má ekki, vissi það náttúrulega, en nú allir meðvitaður stefnun okkar, fyrir hvað við stöndum og nú eru menn að koma með einn upp í brú og segja, heyrðu, við vorum að finna þetta efni í klefann hjá. Menn eru farin að láta vita hvorum öðrum. Og það þetta, sko það hægt að ræða öryggismenningu, það hægt að ræða að við ætlum alltaf að vera tilkynna og við ætlum alltaf að vera rosa næs og gott annan. En stundum þarftu bara að vera alveg grjóthærir og bara þetta má ekki og þú ert ekki með okkur ef þú ert ekki í þessari vegferð. Ég veit að það ljótt að segja þetta.
Við jukum líka fræðslu þáttin okkar alveg gríðarlega mikið hjá Þorbirni. Við fórum í stafrænar lausnir sem við notum í allri fræðslu. Við erum með öryggishandbækur, við erum með áhættumöt, við erum með mánaðarlega fræðslu. Við erum með svona random öryggispistla sem menn fá bara strax í farsíma. Ég var alltaf að hugsa því að við erum alltaf, sko þeir eru út á sjó, þá er sem sagt að þá eru menn á launum eftir veiðinni. Og það er alltaf rosa álag frá útgerðarstjórunum, mann hringi skipstjórunum, hann segir maður veiða, skipstjórunum segja strákunum niður að vinna hraðar og hvenær eigum við þá að fara að vera með æfingar, lífbjörgunaræfingar, með fyrirlestra eiturefni, félagastuðning, súrefnismeðferð, allt þetta sem við erum að æfa. Þannig að ég fór að leita að einhverju svona lausnum og þá maður alltaf að hugsa en hvernig getur náðir bara strax og þá fékk ég fólkið okkar starfsmennina til þess að gerast áskrifandi sem að á appi sem að við erum í sko náttúrulega í raun og veru borg og veitum aðgang að og þá erum við þetta allt í snjallsímon. Við erum alltaf með síman á okkur. Þannig að þú var bara upp notification í síman, nýr fyrirlestur hér og þú klárar hann, ég fæði að vita þetta leið og þú ert búinn og þá er auðvitað að hnippa í þá sem eru eftir. Allir fundir, öll viðtöl, öll samvera með fólkinu sem að vinnur hjá Þorbirni er alveg rosalega dýrmætt. Oftast mæti ég bara og ég hef ekkert að segja og menn vilja ræða eitthvað við mig. Og það er alveg rosalega dýrmætt. Nú er ég að renna bara tíma. Eins og ég sagði á hann að þá eru allar öryggishandbækur, öll þjálfun og allt núna í snjallsímanum hjá fólkinu. Við höfum ekki farið í það hjá Þorbirni að umbuna fjárhagslega árangur í öryggismálum hjá starfsmönnunum okkar. Við erum oft með samkeppni á milli skipa, á milli landvinnsluhúsa. En við höfum bara látið nægja bara high five. Ef að þú ferð í það að umbuna fjárhagslega, þá ertu að opna fyrir svindl. Það held ég sé bara mannleg hefðu, því miður. Nýlega fræðslan okkar, mánaðarlegar úttektir, vikulegar úttektir og fleira. Nú er þetta allt unni líka í snjalltækjum og ég náði ekki að setja inn í Glærisjóði svona skjáskot að þetta er allt útbúið fyrir farsíma, þetta kom svo aftan út. Ég seti upp e-mailið mitt hérna eftir ef einhver vill fræðast mér þetta. Ég ætla að enda mitt erindi á þessu vídeói sem ég ætla að sýna ykkur núna. Ég bið ykkur sem eru viðkvæm að bara loka augunum vegna þess að þetta er slys sem að skeður hjá okkur núna fyrir nokkur dögum síðan á skipi. Það er verið það búið að hífa inn risahal og verkferillin er þannig að þeir eru útbúin að hífa inn fyrir að þá losar aftast á belgnum til þess að minnka þrýstinginn og utan belgin eru reipi og þú losar það á eftir. Ég er með svona ljóspenna, virkar hann ekki alveg? Jú, ok. Ég bið ykkur að horfa hægra megin á skjáinn. Þið sjáu hérna, þessi maður hérna. Það er ekki vont í sjóinn. Það er búin að vera brælur, það er smá undiralda og þarna eru menn að vinna. Þessi hérna fyrir upp á pokan, það er svona á að gera. En hérna við hliðina það er svona rekkverk, svona járn sem að þú átt bara að vera hinum megin á meðan hann er að losa aftan á pokan. Nú fyrir pokin að velta, þið fylgist með honum hérna. Hann hverfur, ok? Hérna kemur maður hlaupandi, átti að sá því hvað gerðist. Horfum við áfram. Hann nær honum yfir rekkverkið. Þetta
Þetta félagavöktun. Þetta fyrir mér, auðvitað hefði ég viljað geta fyrirbyggt þetta. Fyrirtæki klikkaði þarna. Vegna þess að skipstjórinn horfði á þetta gerast, hann kallar í stöðuna, hjálmurinn hans var óvirkur. Hann var eini sem heyrði þetta ekki. Ég lít á það sem að fyrirtæki hafi klikkað, vegna þess að við erum búin að vera að reyna að finna núna í rúmt ár réttan fjarskiptabúnað niður á dekk. Ég tek þetta á mig. Ég hefði viljað vera búin að finna þetta fyrir. Það sem að gerist fyrir hann unga mann það að hann lærbrotinn. Hann var settur í 40 cm langur svona járnpinni, stálpinni held ég heiti. Og hann verður frá bara mjög lengi. Þannig að ef að þið geti fyrirbyggt eitthvað í ykkar starfsemi, alveg saman þótt sé ekki að vinna á öryggissviði, reynið það. Annars getur þetta gerst. Ég þakka fyrir mig.